Ég var reyndar að fara, ég ætlaði að reyna að ná þessu fyrir. Mér finnst ekkert hallarslegri hlaðvörpum heldur en fólk svona Lístaði með átnakk. Þetta var alveg Hérna eitt Karlsberg. Þetta var algjör tilviljun að þú hafir opnað. Ég ætlaði að ná þessu áður en að ég hefði átt að mjúta mig. Ég byrst afsökunar á þessu, en ég var að opna með Karlsberg og það sem sagt. Þetta er komin í kallan. Hann er komin í kallan og ég verð að viðurkenna það fyrir ykkur hlustendum að hann mætti bara með einn hingað núna. Já, ég ákvaða nefnilega braust grundvallarregluna þarna. Í dag verða 2 fyrir mig. Ég fekk mér 1 fyrir þátt. Við erum að taka upp tímalistan þátt. Já, tímalist þáttur. Bara þannig að áttu ykkur á því. Þá erum við ekki staturinn í stúdíó morguninn 14. júní. Nei. Við tókum þetta upp í gær. Höttu fullir. Og ég er komin í 0%. Ég er farin að finna á með maður. Já. Ég bara að finna lyktin af þessu. Nei, þetta er 0,0, verð ekki með þetta. Do your own deal people hérna. Já. Karlsberg 0,0, 1 á 1 en alltaf 2 annars. Já, veist af hverju ég leyfi mér að vera að dreipa á Karlsberg hérna? Nei. Það er á tíu með sjálfvirkar ákvarðanir frá Creditinfo. Þetta er snjall ákvarðan. Já. Við höfum ekkert sagt frá þessu. Nei. En hérna með snjall ákvarðanir þá geta fyrirtæki tekið sjálfvirkar ákvarðanir. Og ég hef aldrei spáð í þessu eða mögulega hefur þú spáð í þessu að þegar þú ferir reikningsviðskipti á fyrirtækjum þá er þetta oft mjög svona handahófskennt mat. Já, þessi fær 500 krónur í heimild eða þú veist, ef þú ert að sækja reikningsviðskipti á húsasmiðunni Bíkó bara hvað sem er það sem þú ætlar að vera í reikning með Creditinfo þá bara leið og sækjur þá reikna þau sjálfkrafa út bara svona út frá ákveðnum þáttum. Já, heyrðu, fyrir þennan aðila til að fá yfir 2 milljónir þá þurfum við að fá prókrúna. Já. Hérna er EBIT-an síðastliðin ár. Ég myndi ekkert vera að sitja eitthvað mikið meira, þú veist, þannig þetta er svona þetta er lítill, já, þú veist, þetta er lítill vasanhífur fyrir fjármálastjóra. Þannig að þegar hann sér Arnar Þór Ólafsson EHF komið í viðskipti þá er hann bara, ok, heyrðu, kredit upp á 2M er alveg bara duglegt hérna. Og þetta leifir okkur sem erum í fjármálunum svolítið að leifa okkur með Karlsberg. Því að Creditinfo sér snjall ákvarðanatöku með þetta. Þetta er stórkostleg lausn. Og þetta er náttúrulega, þetta er rísa stærði mörgum ársreikningum, afskriftir og annað þegar þú ert kannski að lána út peninga og setja fólk í reikningsviðskipti sem á ekkert fyrir. Já. Það er á barðan að sækja hjá sumum. Viðskiptakröfunar, það eru afskrifaðar sko, ef maður sér ekki fram á að fá greitt, það er nú bara þannig. Já, þannig að sjálfvirkar ákvarðanir komið veg fyrir þetta. Ekki spurning. Þökkum Creditinfo fyrir, svo erum við á leiðin á Jommuna núna. Já. Sko, ég hugsa ég ná ekki sumadjassunum á morgun. Nei. Því miður. Hver er? Ég get satt þér sem fyrr. Setjum á eitthvað jazzlag. Eitthvað Jommulag. Það er, nú er það Sálgæslan og Andrea. Það er Andrea Gylfa, það er rándýrt maður. Þetta, sko, skulum vona að verði sól laugardaginn 15. júní. Já, ég er ekki alveg með veðurspána á hreinu. En þetta er gott tilefni til þess að senda inn á vinnustæðahópin. Já. Fyrir alla sem eru svona single, batslausir, en þá einhver svona smá geimi á laugardögum. Einhver klári bjór á morgun. Já, akkur horfður á mig? Nei, þú veist, þú ert ekki single, en bara svona þessi kreðsa, þú þekkir það? Ég hefði fyrir árið síðan. Já, 1,5, 2, eitthvað svo leiðis. Svona gaurar í bönkunum núna. Nýjir sumarstarfsmenn og svona, einhverjir nýjir sumarstarfsmenn til að kíkja eitt bjór. Það er Jómann miðstöðin sko. Við ætlum að kíkja á Jommuna. Þetta er góðu dag, byrjun og góðan degi. Og líka minna á veisluþjónustuna. Það er þetta panta platta beint í veisluna. Og þú veist að þú ert í high-end party þegar jómfrúin er á Bóstólum. Já. Þakka jómfrúin fyrir. Sko, það er enga fréttir í dag. Nei. Það er enga fréttir í dag. Við getum ekki spáð fram í tíman. Ég er nú með einhverjar umfjallanir hérna. Ég ætla að koma með tips fyrir þau sem eru nýi í rekstri. Já. Ég var nú með fyrir ári síðan, þá var ég með svona guidance, hvernig þú ættir að stofna fyrirtæki. Já, alveg rétt. Veit ekki hvort þú munir eftir því. Þá var ég svona að fara kannski meiri við félagaformin og þetta sko. En hérna bara eiginlega, já, hérna ætla ég að koma með eitthvað svona tips fyrir fólk sem er nýtt í rekstri, kannski þekkir ekki alveg umhverfið, hvað er gott að hugað og annað. Ég ætla að vera með smá quiz á þig og eftir líka. Já, skemmtilegt. Svo er ég líka með umfjöllun Japan í mínum, já svona, þessum dagskrálið sem ég ætla að reyna að vera með í hverju viku, en oft eru bara það merkilega fréttir að kemst ekki alltaf að.
Já, með þarna stærsta fyrirtæki hvers lands. Já, sko, stærsta fyrirtæki og svo bara eins efnahægin inn og útflutning og annað. Já. Svona punkta þar. Þú ert líka með, sko, frétt sem, þú ert með umfjöldun sem ég er búin að bíða lengi eftir. Já, það er Framtíðin. Já, framtíðin. Já. Og þú veit að fleira. Já, veitu, þú ert með servéttur líka. Já. Og hvað var þriðja aftur? Þriðja er hættum að éta fitu. Já, ég er prófita, sko, þannig að ég líka. Þannig að ég veit ekki alveg. Þetta er orðaleikur allt. Þetta er allt orðaleikir. Hlaut að vera. Eigum við kannski að byrja bara á þáttinn á því? Servéttunni? Nei, á orðaleiknum með fituna. Já. Nei, byrjum á framtíðinni. Er það ekki það? Framtíðin. Já, ég er búin að bíða spenntur. Já. Kannski er ég að, Sko, þetta er kannski ekki alveg nafnarrentu. En það eru svona flestir að reyna að lesa hvað smart money er að gera. Svona dag frá degi, þá fylgjastu með hvað snjallir fjárfestar er að gera og þú vilt teika þá. Og ég fann skýrslu hvað nokkrir private equity sjóður í vestra hafa verið að brasa undanfarið. Og ein skemmtileg fjárfesting undanfarið. Framtíðin. Samkvæmt Financial Times. Að ég vera að giska. Giska þá á? Já, ég ætla að giska. Ok, þetta er vinsælasta social participation íþróttin eða sport í Bandaríkjunum. Viltu giska? Social participation, þú veist, það hlýtur að vera NFL eða amerísku fótbolti. Nei, hvað eða þú ert á vinnustað? Eðlilegu vinnustað, ekki eins og það sem bara braskarar. Já, í Seðlabank Kópavog. Já, nærast. Það er vorfögnur. Hvað gerir þú? Hvað er aktiviti? Það er einhver vínpottur í fótbolta, kringum fótbolta. Já, það er ágætis gisk, ekki alveg að sér að leita. Hvað gerir þú? Golf, þú veist. Já, þú ert heitur, þú ert að hitna. Ég held að stærsta social participation sport á Íslandi sé orðið píla. Já. Það að fara í pílu. Þú segir það, já. En það stærsta í Bandaríkjunum og örugglega með því stærra hérna á Íslandi er bara gamla góða keilan. Já, það eru allir. Hún er á undanhaldi hér samt, sko. Býttu bara. Ég held við þurfum að trakka ársreikningin hjá keiluöllinni. Skemmtileg fjárfesting undanfarið hið ytra er nefnilega gamla góða keilan. Og við komin á svoðirnar hérna með keiluhöllina. Já. Þetta er mikilvægt svo tímalega skemmtum fyrir fjölskyldu vini og vinnuhópa. Og eins og ég segi, þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er svo low hanging. Já. Upp á það bara, heyrðu við ekki að fara bara með allir keilu. Já, en mér finnst það bara orðið svo outdated. Mér finnst bara, það er svo margt nýtt og spennandi meira í boði. Já, ég held að pílan sé að taka við. En við erum ekki með einhvern 50 mannustjóra sem er ekki að lesa leikinn eins og allir hinnir. Sem er bara ennþá, heyrðu, nú förum við sem hluti af svona hópefli með allar í keilu. Best að senda á allar 13 deildirnar. Það verður keila, 50 og 1. dag. Sendi mér einhver fyndin nöfn. Heyrðu, ok, ég ætla að fara aðeins yfir þetta. Var það ekki viðburðarstjóri eða? Já, eitthvað svona. Eitt varðandi keiluna. Varst það ekki þú sem sagði mér að vera alltaf pínu æstur þegar þú ert að sitja puttana í... Ói, bara stamma. Varst það ekki þú? Nei, það hefur verið ykkur annar líklega. Ég er nefnilega eftir En ég hef nú heyrt hennan áður einhvern tímann. Já, það held ég hjá þér með þess Sko Við byrjum aðeins á Bretlandi. Hollywood Bowl Group er stærsta þar í landi með 65 keiluhallir og velti $273 milljónum. Ok. Sérst, jók veltuna 11% milli ára. Þau eru í expansion á leiðin til Kanada. Ten Entertainment, aðeins minni, 40% veltuaukning frá COVID. Ok. All Star Lanes upp 20%. Kottu með tölur úr keiluhöllinni núna, er tekjuaukning? Nei, það er ekki ásækningar hérna, sko. What the hell? Farðu á já.is. Ég þarf vel að gera það. Sko, á meðan að velta á börum í Bretlandi hefur gefið eftir, unga kynslóðin er hætt að drekka og allt það, þá er keilan í fullu svingi. Og kúrekarnir í Texas er að fylgjast með. Já, þetta er leikdagur í EHF. 2022 er nýjasti ársækning. Ok, 38 mils, hagnaður. Já, en hvað er... Veltu 286. Hvað veltan ára undan? 224, það er náttúrulega COVID-áhrifin það líka, sko. Já, þannig að þau auka sig 60 milljónir. Fyrir COVID 2019 voru 245. Þannig að þetta er aukning? Já, þetta er aukning, sko, þetta er veltuaukning, það er ekki spurning. Þetta er eigu gleðbina, en það er spurning hvort að matsölustafurinn hlýtur að vera á sér. Þetta er Rush Iceland EHF kemur þetta fram líka. Er þetta Rush líka?
Ég þekki ekki. Nei, já, þetta megin starfsemi félagsins rekstur skemmtigarðsins Röss. Er það ekki gamla, heitir þetta ekki Hopp núna? Nei, ekki Hopp heldur. Ég þekki ekki. Skopp eða eitthvað. Jú, þetta annað því. En þetta sem stundir sömu kennitölu? Það virðist vera. Þetta kennitölu sem ég flett upp. Það er sko... Farðu já.is, skrifaðu Hopp eða Skopp eða Röss. Já, samkvæmt já.is þá er þetta... Ok, útúr. Allavega, það eru kúrikar í Texas að fylgjast með. Framtakssjóðurinn Thrive Capital keypti Ten Entertainment sem næststærsta í Bretlandi á $365 million í desember. Ef við förum núna til vesturum haf Bandaríkjanna þá talaðum að 67 milljón manna í Bandaríkjunum fari í keilu að minnsta kosti einu sinni á ári. Já. Og þar er sætasta stelpan á ballinu Bolero sem er á markaði. Bolero stokk, þú getur kíkt á það. Það er stærsta keiluhalla fyrirtæki heimi. Bolero. 325 staði í Bandaríkjunum. Þeir fara á marka árið 2021 eftir að þeir fara í sameiningu með Isos Acquisition Corp. Hvað er næst á dagskrá? Þau ætla að kaupa 3500 sjálfstæðar keiluhallir. Hækka verðin og sennilega straka gæðunum í leiðinni. Keiluhalla businessin maður. Já, en þau eru búin að sjá 48% aukningu milli ára í sínum keiluhallum og eru á flegiferð. Ágætis hækkun bara frá því september í fyrra. 38% hjá Bolero. Já, Bolero. Þannig að það er einhver fjárfestar. Hvað sagðirðu? Er einhver fjárfestar að hlusta? Já. Eða langar að taka þátt í havaríinu? Já. Þá er Bolero grúp á markaði. Þannig að við getum farið þungir inn. Já. Ég held að keiluhöllin fara að verða pínu sæt, sko. Do your own deal og allt það, sko. Ég myndi ekki veðja á þann hest, sko. En það er bara mitt persónulega mat, sko. Bolero? Bolero? Já, bara keilan yfir höfuð. Já, þú ert short. Já, ég myndi segja það, sko. Þetta var náttúrulega vinsælt áður að fara á date í keilu og svona, sko. Já, Núna fer fólk á date í pílu, sko. Já, þú ættir nú erfitt með að fara á date með að hvað æsist við kúlunum, sko. Já. Herðu, takk fyrir. Þetta er framtíðin. Að þú hafi skýrt þetta framtíðin. Keila, Jesús. Annarsamt, short thesis. Ef að þessi geðbilun með hvað pílan er vinsæl á Íslandi nær vestanhafs, þá er þetta bara instant short. Er pílan ekki orðin, hún er alltaf, pílan er sko, þetta er heldur bresk áhrif. Hún er alveg, bara dominerar Bretland, skemmtarlífið þar, sko. Já. Bandaríkin, er pílan ekki stór þar eða? Ég bara þekki það ekki, ég hef ekki hugmyndið það, sko. En með hvað þetta er vinsælt hérna heima og hvað þetta er orðið þægilegt og það geta allir spilað þetta. Þetta er minni fyrirhöfn heldur en að fara í keilu. Já, það kemur þetta fram 2019 hjá The Guardian að 17 milljónir bandaríkjamanna hafi spilað pílu. Já. Sem er miklu minna en þú nefndi með allavega keiluna. 67. Já. Þannig að þar höfum við það. Framtíðin krakkar mínir liggur í keilunni, spáið í því. Já. Skemmtilegt. Herðu, ég ætla bara að byrja á tips fyrir þau sem eru nýjir rekstri. Já. Ég held að eflaust margir núna skrolla inn á kennitalan.is á postlistanum að fylgjast með fyrirtæki sem er að detta inn á sölu og er að hugsa, á ég að kaupa, á ég að selja. Það er það sem þarf að koma í ljós. Algjörlega, ef þú hefur áhuga að kaupa fyrirtæki eða selja, farið inn á kennitalan.is og skráðu þitt fyrirtæki þar eða farið að leita. Ekki endilega fyrirtæki, það er algengt, ég sá hérna daginn vefverslun sem var bara að selja, við ætlum bara að selja frá okkur þessa tegund af reksturinn sem var held ég hérna svona límmiðamerkingar eins og fyrir fyrirtæki og annað, bara áðsniðut. Og líka að þú ert með, bara einhvern hluta á rekstri eða bara, jafnvel eitthvað dóta þinni eigin kennitölu. Lén, til dæmis. Lénið. Herðu, kennitalan.is. Sko, ég ætla að byrja þetta nú á punkti sem að, sko, ég vissulega kom inn á líka þarna fyrir ári síðan. Og það er, sko, fyrsti punktur, bara algjör grunnur, bara ekki stofna fyrirtæki ef þú þarft þess ekki. Já, ákveði samanlega. Ef þú þarft ekki fyrirtæki, og sko, það er náttúrulega voða flott að eiga kennitölu og vera með eitthvað batteri, en ef það er ekki aktífur rekstur, þá ég við svona kannski stöðugt tekjuflæði, þá er bara betra að vera
með, já, bara þetta á þinni eigin kentölu því að það að vera með fyrirtæki, þá mun þetta bara vera alls konar auka kostnaður og vesen inn í líf þitt, sko. Alls konar skil og þú vissir kannski ekki að þetta að skila hinu eða þessu og annað. Þannig að svo helst að stofna fyrirtæki þegar hlutinir eru farnir á stað. En það ekki þar með sagt, þú veist, ef þú ert verktaki, sko, ert að kannski að taka gig eða eitthvað svona, skilur, það getur náttúrulega verið óreglulegt, en mun líklega að borga sig ef þú veist, hvað eru við með einhverja upphæð í huga hérna? Sko, ég heyrði einhvern tímann þess að þumalputtareglu 5 milljónir. Já, 5 milljónir. Ef þú ert ekki að velta 5 milljónum á ársgrundvelli, þá ættur að vera bara á eigin kennitölu. Já, en þú ert náttúrulega, sko, þú ert með upp að 2 milljónum með vaskfrjálst, vaskfrjálsar tekjurinn. Eftir það þarftu að fara að rukka vask og þú getur náttúrulega gert það á þinn eigin kennitölu. Líka, sko. En eins og ég sé, helst að svona stofna fyrirtæki þegar hlutirnir eru farnir af stað. Ekki láta það vera þitt fyrsta verk að þú veist ekki hvað það ætlar að gera að stofna kennitölu. Herðu, tips nummer 2. Bíðið eins lengi og þið mögulega getið með að ráða fólk í vinnu. Já. Þetta er bara... Þetta er áhugavert tip. Nei, þetta er mjög gott tips því að það er dýrt að vera með fólk í vinnu. Já, það er það. Og ég segi þetta sjálfur því að ég hef verið með fólk í vinnu eða, sko, sem að gæti verið á, þú veist, gæti hafa verið verktaki. Já. Og þú veist, þetta er náttúrulega á gráu svæði þegar fólk er viðkvæmt fyrir eitthvað svona, viðkvæmt fyrir þessum starfsmannamálum auðvitað og annað. En ef að þetta er basically tökum sem dæmi bara einhver hugbúnaðargerð eða annað. Einhverjum myndi detta í hug bara, herru, ég ætla að ráða einhvern starfsmann í vinnu. Og þú veist, ef þú ert ekki með ákveðna vissu í framtíðina, þá er bara betra að díla þetta þannig að hafa þetta bara verktakagreiðslu og vera ekkert að flækja það, bæði bara fyrir þig sem atvinnurekanda og fyrir starfsmannin sjálfan. Já, svo lengi sem þú kemst upp með það, þá ég er sammálaður. Já, en þú veist, það er náttúrulega, sko... Já, þú veist, það er bara síðan annað hérna á Íslandi, það er ekkert hvaða forritari sem vill bara vera einhver verktaki. Nei. Já, þú veist, það er náttúrulega, ég er ekkert að neyða neitt. Nei. Ég er bara að segja, að það er gott að hafa það á bak við eyrað, ef þú ert nýri rekstri, líklegt þú vitir ekki hversu dýrt það er að vera með starfsmann. Og ef þú þarft þess ekki, eins og ég segi, ef þetta er bara eitthvað sérstakt verkefni, þá áttu að bara bjóða verkefnið út frekar en að vera að setja einhvern á launaskrá. Bæði fyrir þig og starfsmanni sjálf, því að þú vilt ekki að sé svo ekkert að gerast eftir 2 mánuði og þá þarfst að segja upp og það er bara vesen fyrir alla. Já. Þannig að það getur verið dýrt, en svo er það tips 3 og það er virðisaukaskatturinn. Alltaf að skila virðisaukaskattsskýrslu á réttum tíma. Þar teka vextirnir svo sannarlega að þú ferði yfir einn dagan, þá er dagsektur upp á 1% hverjum degi fyrstu 10 dagana. Þannig að Viltu segja þetta aftur, leið mér að hugsa. Alltaf að greiða bara vaskinn. Já. Þú veist, ef þú ert komin yfir einn dag og greiður sekt upp á 1% af upphæðinni á hverjum einasta degi í 10 daga. Já. Og svo framhald að því verða lögð fleiri gjöld. Það er svo hróttalegt, sko. Ég hef brent mig á þessu í byrjun og eins og sinni bara vissi ég ekki hvað vaskísla var, sko. Já. Þannig að það kom eitthvað mánuði of seint inn og þannig að ég var farin að borga dráttavexti og þú veist þessar dagsettir og allt, sko. Þannig að hugið að því og í rauninni bara öllum opinberum gjöldum eins og launaskilum og stéttarfélags og lífeyrissjóða skilagreinum og öðru. Þannig að þú veist, ef þú ert launþegi þá þarftu að greiða náttúrulega í allt þetta. Það þarf ekki að greiða svo sem í stéttarfélag en Don't do it. En ég er enda með 1 punkt með það hérna á eftir. Þannig að það getur verið dýrmætt. Hefur þú brentið eitthvað svona á vaskinum áður? Nei, það er bara þú veist, tumalputtaregla sem ég lærið mjög snemma og hefur svo sem alltaf verið með góða bókar í þessu líka að bara ekki trassa þetta. Hafði þetta upp á 10. Og það er bókstaflega, þú veist, ég ætla ekki að henda þessu fram sem tips. En ef þú átt ekki fyrir vaskinum, þú veist, þá er hagkvæmara fyrir það að taka yfirdrátt fyrir honum. Já, bara borga, no matter fucking what. Fyrstu 10 dagana. Þannig virkar bara kerfið. Ég bjóð það ekki til, en það er þannig. Já, blessunlega hefur maður líka ekki verið þeirri stöð að eiga ekki fyrir vaskinum, sko. Nei, einmitt. Maður ætti nú yfirleitt að vera með eitthvað reikning fyrir því. En það getur skilskeiður, það getur allt gerst. Algjörlega. Tip nummer 4, það er outsourca bókhaldi, en
það er ekki aðaltipsið, en það er að halda trakki á bókhaldinu sjálfur á öllu innflæði, öllu útflæði. Þetta er tímalaust ráð. Þess vegna geturðu reiknaðir út fyrirfram hvað þú skuldar í skatt, og það er nefnilega ekki allir sem vita það sem hefja rekstur að þú þarft að borga skatt. Já, þú þarft að borga skatt vissulega, en þú farð áætlun. Þú farð áætlun fram í tíman. Já, þetta er ógeðslegt. Já, þetta er viðbjóður, og þetta var svona á einstaklinga hérna áður, mást ekki þegar við ræddum þetta við Valla Sport. Já. Þessi var heldur breytt 87 eða eitthvað. En núna er áætlaður, ef þú hagnar segjum bara 5 milljónir, borga 20% í skatt sem er 1 milljón, bara til að einfalda það, þá er búið að áætla á þig á næsta ári að þú sért að fara að borga 1 milljón í skatt. Já, þetta heitir heitir þetta ekki staðgreiðsla, einhvern anskotan? Jú, áætlu staðgreiðsla. Já, þetta er ógeðslegt. Þess vegna vil ég impra á mikilvægi þess, jável þó það sé ekki nema eitt einfalt Excel-skjal, að halda skrá yfir bara það sem er að koma inn og það sem er að koma út, og mismunni þar á milli, þannig að þú getur gróflega að reikna hagnaðin bara svona fyrirfram, því að það er oft, þú veist ekki hvað hagnaðist fyrir en já, bara, þú skilar ásending kannski í september, oktober, að vita það cirka fyrirfram svo þú getur lagt til hliðar, leggja bara þessa skattgreiðslu inn á vaxtareikning, ávaksta það, láta þennan pening bara vera óhreyfðan, og þá áttu alltaf fyrir þessum áætlunum árið eftir. Það er dýrmættaráð sem að ég brendi mig á, og þetta pirraði mig ekkert eðlilega, því að maður var í rauninni farin að eyða umfram efni á þess að átti sig á því. Já. Því að þú veist, þú náttúrulega skuldar eitthvað ákveðið í skatt og maður vissi það svo sem, en það er oft þannig að þú bara veist hreinlega ekki hvað þú ert að hagnast það sem að stendur á bankabók áramótin er ekki endalega upphæð sem þú ert að hagnast. Nei, það er ekki bókfæra hagnaður. Nei, það er það ekki, þannig að gott að trakka þetta. Herðu, tips nummer 5, ef þú ert sjálfstætt starfandi, sem sagt bara með lítið fyrirtæki, jafnvel einn bara sem stendur að því, þá myndi ég, og þetta er ekki auglýsing, en ég myndi mæla með því að tryggja þig, því að þegar þú ert launþegi hjá fyrirtæki, þá ertu náttúrulega tryggður í gegnum það. Hvernig? Bara í gegnum starfsmannatryggingar og annað, slysatryggingar og annað. Já, þú ert að mæla með því? Ég er að mæla með því, já, því að ef þú ert sjálfstætt starfandi, þá ertu ofta ekki stéttarfélagi til dæmis. Og segjum þú slasist alvarlega eða eitthvað, þá náttúrulega getur gengið í ég held að séu svona sjúkratryggingar Tryggingastofnun ríkisins, en það gildir bara í ákveðin tíma. Þú getur verið í stéttarfélagi, þá færðu aukin réttindi hvað þetta varðar, en svo getur þú tryggti líka, og þá ertu komin með ákveðna tryggingu, því að hitt dekkar bara í einhvern ákveðin tíma, frekar stuttu tími, þannig að ef þú slasast alvarlega eða eitthvað, þá náttúrulega er betra að hafa belti og axlabönd í þessu. Ég ætla að vera ósammála þessum punkt. Ég hef aldrei gert það og ætla ekki að gera það. Þetta er ekki í hug. Ég frekar bara að leggja fyrir og vera þá með varasjóð. Það er náttúrulega eitt, ég meina þú getur gert það, sko. En ef þú tryggir þig, vissulega hefurðu rétt á stærri upphæð heldur en bara endilega það sem þú ert búin að leggja til hliðar, sko. Já, en svo mögulega borgaru bara í tryggingar í 40 ár og fara ekki neitt. Já, það er bara það er að vera að borga sömu upphæð í varasjóð og geta þá bara kassað út. Þetta er beauty yfir risk valuation. Það er bara þannig. Ef þú telur að þú veist, eins og ég segi, slysing ger ekki bóð undan sér. En hvar ert þú að tryggja þig eins og svona? Það er í vinnslu núna. Ég eiginlega bara áttaði mig á þessu. Og hvað kostar þetta á mánuði? Það er ekki komin endalega upphæð, en þetta er ekki, þú veist, við erum ekki að tala um einhverja 10 skalla, sko. Já, hvað ertu þá að tryggja? Ertu bara að tryggja að þú fótbrotnar í vinnunni, þá farðu bætur, eða? Já, til dæmis, eða þú veist, bara farið einhvern alvarlegan sjúkdóm eins og bara, þú veist, ég veit ekki, einhver sjúkdómur sem að bara þú hlýtur varanlega skaða eða þarft að vera frá vinnu jáfnvel í 2 ár eða eitthvað álíka. Já, kulnun. Svo var það. En þú veist, þá er í raun, sko, kannski stéttarfélag eða sjúkratryggingar ekki nóg, sko. Já. Þannig að, en þú veist, þetta er því að, eins og ég segi, starfsmenn eru með einhverja tryggingar hjá sínum fyrirtækjum sem að, dekka svona. Já, ég hef alveg bara heyrt starfsábyrgðatryggingar eins og með fasteignasala, skipasala, bílasala. Ef þeir drulla á sig, þá er reksturinn sem sagt tryggður fyrir skytunni hjá einstakar starfsmennum. En ég hef ekki heyrt einmitt að þú sést að sjúkratryggja starfsmenn sérstaklega
fram yfir það sem við myndum bara fá úr stéttarfélagi en eins og ég segi, ég tek ekki þátt í þessu og ósammála þessum punkti. Ég get ekki staðfest leggið frekar fyrir og ég peningi. Ég get ekki staðfest hvurslags tryggingar fólki með en enga síður það gott að vera með belti og axlamönd eins og ég segi og líka bara ef þú ert sjálfstæðsstarfandi að huga að því að ef eitthvað kemur fyrir þú veist að það sé eitthvað sem grípu þig. Já, ég reyndar alveg sammála því það þarf að sýna aga því að ef eitthvað klikkað þá stendur þú breytt. Já, það er bara þannig. Það er bara staðan. Svo er það kannski svona síðasti punktur minn í bili, þú kannski kemur með einhver innskott en ég vil innbrá því að sko að eiga alltaf einhvern afgang í fyrirtækinu til að endurfjárfesta því að peningurinn hefur meiri mátt inn í fyrirtækinu heldur en í þínum eigin vasa. Þannig að ef þú ert kannski með hérna einhverja business hugmynd eða eitthvað sem þú geti mögulega svona skalað út frá þínu eigin fyrirtæki í staðan fyrir að vera að stofna nýtt eða eitthvað svona með persónulegum pening sem maður segir eftir að búa skattleggjan þá er betra að þetta sé peningur sem komi jável út úr hinu fyrirtækinu sem þú nú þegar búin að stofna og það sem ég meina þegar ég segja að peningurinn hefur meiri mátt inn í fyrirtækinu heldur en í þínum eigin vasa það er ekki búið að skattleggjan þar það er að segja sko ekki þú veist, í staðan fyrir að þú greiðir náttúrulega skatt, skatt af hagnaði fyrirtækisins en svo þegar þú tekur út í arð þá greiður þú veist, meiri skatt prósentunar ekki alveg að reyna, er þetta ekki orðið 22? Er þetta komið í 23? Ég veit það sem þú borgar sem einstaklingur á arð. Þú verður að spyrja Sigur Inga að því tekur þetta allt. Dýralæknin. Þannig að já, þú ert samlað þessu. Peningurinn hefur meiri mátt inn í fyrirtækinu. Já, og líka bara almenn skynsemi að ekkert endilega verið að hugsa þetta sem varasjóð fyrir fjárfestingar, líka bara að þú sért með kannski 3-6 mánaða laun coveruð á lausafjárreikning ef þú kemst upp með það. Já, það er náttúrulega en þú veist að tala um að stofna fyrirtæki þannig að þú veist mögulega hvernig á ég bara að vera með varasjóð fyrsta mánuðin, það snýst ekki það snýst að hugsir að byrja að taka strax kött frá til þess að byggja upp þetta sem þú ert að tala um. Algjörlega. Þannig að eftir 1-2 ár kemur áfallir reksturinn eins og COVID eða eitthvað að þá ertu allavega með 4 milljónir inn á bara einhverjum vaxtareikningi þannig að þú getur borgaði laun þann mánuðin á þess að taka þau höfn. En basically bara það sem að ég er svona kannski meira líka í að ef þú ert bara einn í fyrirtæki, þetta er lítill rekstur eða annað, kannski staðin fyrir að vera pumpaði út í arð að eiga sammála því. Eiga eitthvað afgangs inn á fyrirtækinu. Þetta eru svona sirka punktarnir sem að ég er með svona fyrir annað líka tengt fjárfestingum sem er óþolandi sem einstaklingur að þú ert skattlagður strax segjum að þú kaupir núna ICR á 1 og seljar á 1,2 bara í einhverjum á bönkunum þá áætlaðir á því skattin af söluhagnaði strax sem að taka frá fjármagnstekjuskattin en inn í félagi þá er það bara gert upp í árslok út frá söluhagnaði. Já, nei, sko það er sko mögulega, ég held að persónulega, nei, það er bara að þú selur í sjóðum. Það er bara í sjóðum? Þá er dreiðaði strax. Já, ok. En þú greiðir bara í skattframtali skattinn sem að þú greiðir á hagnaði á hlutabrjónu, sko. Ég er sjóðakall, sko. Þetta farið að pirra mig. Ég reyndar ekkert mikið að fara inn og út úr sjóðum en það fór í töðunar á mér, af hverju á ég ekki að fá að rásta þessari fjárhæð út árið, svo borgaði bara skatta af hagnanum því ég gæti verið að endur fjárfestaður síðan í eitthvað sem að það er náttúrulega líka bara gott tips fyrir bara einstaklingar svo sem að ef þú ert að hagnast á hlutabrifi, leysir út þá getur þú endur fjárfest hagnaðinum, þú veist á meðan. Já, akkurat. Í raun skatt frjálst þangað til þú ert svo skattlaður á endanum en ert þú með eitthvað svona tips inn í þetta? Þú hefur nú verið að grúska í fyrirtækjum Nei, eitthvað sem vantaði, var þetta bara fullkomin yfirferð? Já, það eina sem ég myndi kalla eftir kannski að verði að maður hefði verið grimmar í því að ég er núna með það í gangi þar sem maður er að kaupa bara reglulega út af því ég er ekki stéttarfélagi og ekki að fara að kaupa einhverja tryggingu að þá hef ég meira gert að bara tekið, núna legg ég þessa upp að þarna inn í einhvern sjóð en maður hefði átt að setja recurring miklu fyrr að hafa þetta bara 50.000 á mánuði eða 100.000 mánuði dollar cost average inn í eitthvað þá væri þetta orðið miklu stærra frekar heldur en að vera alltaf eitthvað best að setja núna 500 skall hérna. Þetta er mjög góð punktur því að ég hef yfirleitt ef þú venuði á það þá er þetta bara orðið, þú horfir á þetta sem kostnaði fyrirtækinu og
og það bara svona, það einhvern veginn strömlínlaga því sjálfan í að, heyrðu, ég þarf að eiga fyrir laununum mínum, varasjóði, leigu, bla 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 bla, að þú horfir á þetta sem kostnað, en þetta í rauninni svona sparisjóður, sko. Fjárfesting. Þetta bara investment. Herðu, þá bara þakka ég fyrir mig í bili. Þetta var í búið smartsins. Verið smart þegar að stofna fyrirtæki. Já. Smart ráðleggingar. Já, ég eiginlega bara fyrst og fremst að minna á hversu ódýran með við drægni. Þú finnur þetta valla með styrknum ertu komin undir 5 milljónir á, sko, já, þú veist, það náttúrulega margar tegundir, en hérna, maður sé til að vera með upphæðina, þetta 4.990.000, það Smart Pure, 4.990.000, 310 km drægni, við höfum verið að keyra þetta alla koppagrundir, þú hefur verið að rúnda með strákin, hann hefur verið að klappa reppnum. Bönn elska þessa bíla, sko. Reppin. Og ég fann að sjá þetta bara víða, sko, maður alltaf að mæta smartinum einhvers staðar. Mest seldi bílinn í haust. Já. Það mókast út. Þannig að kynni ykkur. Og allir mega vera með. Þetta ekki þannig partí, eitthvað svona eineltispartí. Það mega allir vera með. Því allir eru smart. Allir vera smart í dag. Farið inn á smart.is. Talandum að vera ósmart. Já. Eigum að fara í hvað það mesta sem þú hefur borgað fyrir servíettu. Já, herri, sko. Svo ég með 2 skúp. Já. Ég með 2 skúp. Já. Og þetta að sjálfsögðu bóðið tegja. Já. Því að þau vildu benda á það hvað þetta eru heimskulu viðskipti versus það að skrá sig bara í tegja, setja upp öðverslun, vera með fast gjald, vera með þjónustuna hjá Íslendingum og útlendingum eða þú vilt tala ensku. Íslendingan tala líka ensku. Þú getur hringt, þú getur sendt message, þú getur sendt post. Þetta allt upp á 10 á tegja. Hvað ég að fara að tala um? Fokkin serviettuviðskipti sem eiga ekkert sens. En þú veist, ef þú vilt stofna serviettubusiness hérna á Íslandi, þá bara heyrðu í tegja. Það nefnilega hluti af sögunni. Posalustn og allan fjandan. Serviettur eru hraðast vaxandi segment fyrir hinn $42 miljard household paper market. Já, serviettusala að aukast. Serviettusala, sko, þetta náttúrulega svona collectors item, sko, serviettur. Veit að mamma, sko, þegar hún var barn. Geimtu þessu, ég ætla nefnilega núna að byrja. Ástæðan fyrir ég að fara að tala um þetta að það var núna í maí greitt $965,000 fyrir eina serviettu. Jesús Kristur. Þetta einhver ágætlega nett servietta. Ekki googla, ég ætla að spyrja þig. Hún frá árinu 2000. Hún leggur grunninn að samningi að baki, grunninn að samningin á kaupum á 13 ára dreng árið 2000. Kaupum á 13 ára dreng? Hvaða dreng var verið að kaupa árið 2000? 13 ára. Var verið að kaupa einhvern? Já, hann var keyptur. Þetta mannsal? Nei, þetta löglegt. Ok, einhver fæddur 87 þá. Ég veit það ekki. Skal skúpa. Þetta serviettin sem basically fyrsti samningu Messi var keyptur til Barcelona 13 ára árið 2000 þar sem samningurinn var draftaður á serviettu. Serviettan seldist á $965,000. Hvernig skrifum maður serviett á ensku? Það ekki serviett? Nei. Heyrðu, aðrar frægar serviettur svaraðu, maður sjá servietta napkin auðvitað. Já, það líka hægt að skrifa serviett. Já, ok, já, en það ekki svona franskt eitthvað. Já, napkin vissilega. Sko, já, hérna ég ætla að nefna aðra fræga serviettur, en aukapunkturinn var fyrir graða business-lustendur, þá serviettur sala hraðast vaxandi segmenti í the global household paper market. Aftur öðrum frægur, Laffer-kurvan. Kannastu hana? Já. Hún var upprunlega rituð á serviettu. Já, það. Já. Hérna, þetta ég held í muni mér eftir þessu. Já, hún grunnurinn af því sem kallað heldur trickle down, economics og fleiru. Já. Skrifa á serviettu. Southwest Airlines sem flugfélag sem að ég held ekki allt og margir Íslendingar þekki. Þetta eitt stærsta flugfélag Bandaríkjanna. Founding story og concept var skrifað á serviettu. Ég gerði lokaverkefni Southwest þegar ég var að útskrifast fyrir 12 árum sem að ég þyrfti að rifja upp því að hann alvöru frumkvöld sem stendur þar að baki og upprunlega þá flaug hann bara The Love Triangle. Hefur þið heyrt um það? Nei.
The Love Triangle. Hvaða, það einhverjar á milli einhverja eyja eða? Nei, hann flög bara á milli Houston, Austin og Dallas í Texas. Það Love Triangle? Það var kallað The Love Triangle. Okay. Svo var hérna einhver servíettu dýl breytti sögu Chippendales sem að varða einhverjum sjónvarstætti, þekki það ekki. Eitt frægur business lunch á servíettu lagði vist grunninn að Monsters Inc, Wall-E, Finding Nemo og A Bug's Life. Allt hugmyndir á blaði. Já, basically. Svo eru hérna dýrar servíettur eins og einhverjar eiginhandaráritanir. En ég ætla að koma með 2 frægar servíettur hér heima. Ég veit meina. Ég held að frægasta servíetta saga Íslands. Má ég giska á eina? Já. Það er Alvotech, Robert Westman. Er það servíetta? Já, hann sagðist hafa skrifað á servíettu. Ok, það er enda geðveikt. En ég var ekki með það. Nei, ok. Ég heyrði þessa sögu sem að, mér minni sig hann að Loftsson hafi sagt mér í glasi, er hérna að salan á Brim til hérna Gumma í Brim 2018. Sagan segir að Kristján og Gummi hafi verið á Hótel Sögu. Gummi spyr Kristján hvað hann vildi fá fyrir Brim, sér hlut. Hann skrifar hérna tölu á servéttu, bara á veitingastanum. Gummi krótar yfir, kemur móttilboð og það var samþykkt. Aha. Þetta er sagan sem ég heyrði, 20 milljarðar skrifa á. Þetta er svaka. Var þetta ekki 18 eða 20 milljarðar, minnið það? Jú, hvort það hefur ekki verið 18. Svo er önnur servétta sem er samt eiginlega memo, ég ætla að gefa þér það. En ég fekk sent blað frá hérna júní 2016. 3 viðskiptahugmyndir áttunar sem fóru aldrei í loftið. Númer 1 byrjar þetta áskriftaþjónusta svona sjónvarpsefni fyrir börn. Þetta fór aldrei í lofti. Nei, þetta átti að vera sant. Er það ekki? Ég get staðfest það. Já, þú veist, ég er með þetta bara, ég er með fyrir fram að með blaði. Þetta voru minni eigin hugarsmiðið, 18 börn. Það hefði heldur betur held ég borið ávöxt í dag ef að það hefði farið í lofti. Og það var 2017 held ég. Það til að vera Ég veit ekki hvað heimildamaður Nei, ég fæði þetta. En það var vissulega ekki á neitt servéttu held ég. Þetta er memo, en þú veist, ég prentaði þetta út og setti servéttu. Númer 2, selja snuð þar sem snuði sjálft er mót af lim á meðlim áttunar. Þetta kom, þetta stendur. Þetta er veikur maður. Það er næsta. Númer 3, það er að selja pela fyrir börn. Það sem pelat. Já, við getum ekki stertið. Það er góða hlustendur. Þú ætlaðir að segja einhverja servétt frá móður. Nei, við skulum bara þetta. Já, ég er galsi í hillanum. Hann er komin í Karlsbergin hérna. Þið afsakið þetta. Lýst þér ekkert á þessu snuðum þetta? Nei, þetta er eitthvað memo sem að einhver siðblindingi hefur sendt. Það er ekki sendt, ég finn nú ekki að nafngreina viðkomandi. En ég get sagt ykkur það, ég finn þetta ekki þetta. En Robert Westman, ég man eftir viðtal við hann, það var sennilega sjónvarpsviðtal. Þá talaði hann það að hugmyndin af Alvotech hafi verið skrifuð á servéttu. Svo að áður en hann fór að pizza því, hann hefur vantilega sett það í glærukynningu sko. En ég held að svona, þegar hann var að hitta upphaflega fjárfesta, þá hafi þetta farið, þú veist, Alvotech. Ég googlaði þetta. I took my napkin and off we went. Robert Westman's the founder and CEO shows us the napkin on which he first pitched his vision. For Alvotech. Þetta er 2017, þetta er rétt hjá þér. Heyrðu, hérna er með sér servéttan, hugsaði þér. Hvað ætli væri þetta að selja þessa servétt á? Þetta er vídeó sem ég sá. Ég meina, þú veist, fyrirtæki, hérna, er náttúrulega sko virði, hvað er Alvotech? 400 milljarðar, þetta orðið verðmætast að... Er þetta ekki 3B? Eitthvað svo leiðis? Nú er það svona mikið. Hæ? Já, ég vissi ekki að þetta var svona... Á ég við 3 milljarðar bandaríkjadollara, er þetta ekki... Já, ég er ekki með það. Það er 2, eitthvað, ég veit ekki, maður sjá. Hvað er þetta í krónum? Áhugavert. Nú verði ég að finna þetta. Hvort ég hafi verið að fara með einhverjar algjörar fleipur hérna, sko. Herru, segðu eitthvað? Ég fór bara að hugsa hérna aftur út í framtíðin 3,88 B bandaríkjadollar. Ertu með laus reiknað gengi? Hvað er það, 500-600 milljarðar, minna? Já, eitthvað svo leiði sko. Vilt að ég fari beint í liðin hættum að geta fitu eða? Herru, nei, ég sko
Takk þú Japan? Já, á ég að byrja á Japan eða? Ég ætlaði að vera með smá quiz fyrir þig. Jú, komdu með quizið. Já, við sjáum samt, ég hugsa ég komið hinn og að. Japan, þetta er náttúrulega, þetta er risadæmi sko. Og það er hreinn og beinn ógerningur að fara að ætla að koma með niðurbrót á því hagkerfi á 5-10 myndum. En ég ætla að reyna mitt besta í samstarfi við Simon Pei. Já. Að kryfja hagkerfi Japans. Þetta eru náttúrulega... Ég spurði Tengdó, hann er að vinna upp í Síma, ammælindaginn, út í þessa strákaðna á Simon Pei. Það kom bara eitt orð. Those guys fuck. Það er bara fuck around and find out sko. Þeir eru á flegiferð. Þetta eru svakalega. Hann tala vel um það. Það fer vel að þeim hann upp frá. Þetta er það er reynda deildarstjórar eru byrjar að kvarta sko. Það? Já, ég meina Eru konur einhverju svona Wolf of Wall Street stælar í þá eða? Nei, ég meina sko eftir að Simon Pei fór í loftið og þú ert farin að stýra notkunni þannig að fólk erlendi sé ekki að fara á strippbólurnar og þetta. Simon Pei er bara komið í veg fyrir þetta. Algjörlega. Það er bara verið að tímastýra og fólk er ekkert að eyða efni fram þarna. Já, þú veist, þetta er eins og ég get lokað minn og ég get gefið þér heimild á korti. Já. Bara í viku. Já, líka... Ég seti ekki meiri 50 skall á því samt. Þú fórst illa að ráðinu að þetta síðast þegar ég skildi eftir unlimited tíman. En næst er það 50 skall og það er bara vika. Annað, ég held að fólk átti sig ekki á snildinu á sig. Ég áttaði mikið á því fyrir hennar Örvar. That guy fucks. Hendi mér á eitt fund að þegar þú setur kortið á eitthvað og fer að beint í síman hjá viðkomandi. Já, það er bara þannig. Ég heyri hann, heyrðu snillíkur. Þetta er ekkert plast, þetta er bara beint í síman. Já, ég sagði við hann, heyrðu snillíkur. Og hvenær ætlar þú að senda mig kortið? Ég er að fara úr bænum. Og sagði hann, sæll snillingur, kíkt í símaðinn. Fyrirtækjakort símans er komið inn í síman. Þetta er lent. Já, þannig að þetta er ótrúlegt. Sjáðu það, þökkum Simon Pei kærlega fyrir þetta. En að því sögðu, þá ætla ég að rúlla hérna yfir Japan og ég ætla að byrja kannski á að fara yfir, ekki að byrja að fara bara svona yfir stærstu fyrirtækin. Við náttúrulega þekkjum mörg fyrirtæki þarna. Geturðu nefnt mér einhver japansk fyrirtæki? Já, þú getur það nú. Softbank. Já, það er vissilega hérna. Kannski ekki svona mainstream... Hvað mennur þú veist ekki stærsti fjárfestingarsjóður í heiminum kom með iPhone til Japan. Já, þetta er ekki svona kannski almenn vitneskja sko. Já, með Softbank. En hérna hvað fleira eru með Honda? Við erum sko til að taka bara svona kannski í stærðarröð hérna. Við erum með Toyota. Já, trónur á topnum. Svo erum við með það sem heitir Mitsubishi UFJ Financial. Já. Og þetta er ótrúlega satt undir þessu Mitsubishi Corp. Já, sem er á sko er með allavega 5 fyrirtæki á top 100 sko. Ég fór aldrei yfir það, en þau eru með svona Keiretsu system eins og mannstu í Suður Kóreu daginn. Það sem er eiginlega bara stjórnað, þú veist, þetta eru svona holding corp. Sambarilegt á Buffett. Hann keypti í 5 svona eða 3 af 5 stærstu og þú ert örugglega að fara að segja, þú veist, þetta er allur anskotin sem fellur hann undir sko. Já, eða sko, ég ætla undir Mitsubishi. Já, þú veist bara korpið, stóra. Þú heldur að þetta sé bara bílar? Nei. Þetta er líka bankastarfsemi og fjármálastarfsemi og orkufyrirtæki og allir fjandinn. Þau eru eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki í heiminum. Það er Mitsubishi. Já. Ég er reyndar ekki með það, en það er áhugavert. Sko, Toyota, Mitsubishi, UFJ Financial, svo er Sony, Hitachi, Mitsubishi Corporation kemur hérna, Nintendo, Honda, Mitsubishi Electric, 7-Eleven, vissur þú það? 7-Eleven, þetta er Já, í Japan. Já, eða þú veist, það er allavega eitt af stærstu fyrirtækjunum í Japan. Já, ég heldur ekki 7-Eleven í Bandaríkjunum. Ég heldur 7-Eleven fyrir utan Bandaríkin, þá er það næst stærst í Japan. Það er bara þvílíkt success, sko. Já, held ég veit allavega, þú er rondil, svo er það Mitsubishi Heavy Industries. Svo er það Canon, svo er það Fujifilm, Suzuki, Mitsubishi Estate, Panasonic, NEC Group, Subaru, Nissan og veist, þetta er mikið af flottum fyrirtækjum þetta. Það er svolítið fallegt þegar þú segir Subaru. Subaru? Já, þetta kom svo fallið út. Já, takk fyrir það. Þetta er ekki bara sagt svona. Já, segið þetta eins og Subaru? Já, ok. Herðu, sko, hagkerfið þeirra Japana er náttúrulega gríðastórt og stærra en fólk mætti halda, en
þau voru í 3. sæti allra ríkja í heiminum í heildarvergri landsframleiðslu, sem sagt GDP, Gross Domestic Product, með 4,2 billjónir bandaríkjadollara, og þegar ég segi billjónir á íslensku þá á ég við 4.2 trillion akkurat. En það þó ekki nema $33,800 per íbúa, því að það alltaf talað GDP per capita, en sem dæmi eru við Íslendingar með $75,000 per íbúa, með að við heimilda Wikipedia, vissulega. En ég held að þetta sé nærri lagi. $75,000 á Íslandi, GDP per capita. Já. En Japanar eru talsvert á eftir okkur þar. Eins og ég segi, Íslandi náttúrulega eiginlega best í öllu per capita, einhvern veginn. En Japanar voru í 4. sæti allra ríkja í heiminum, bæði í út- og innflutningi árið 2022, fluttu inn fyrir 819 milljarða bandaríkjadollara og fluttu út fyrir 728. Og sko, Japan náttúrulega þekkt fyrir að vera framalega í bifreiðunum. Og það vissulega þeirra stærsta einstaka útflutningsvara. Árið 2022 voru bifreiðar 12,2% af heildar útflutningsvörum í Japan, og þar eru bandaríkjamenn sem bera ábyrgð á 37% af þeim kaupum. Það að segja 33 milljarðar. Það 33 milljarðar af bifreiðum dollara flutt frá Japan til bandaríkjana á árinu 2022. Og þar eftir Kína með 8,7% í bíla 86,7 8,7. Og sko, mikið af útflutningi þetta bílar og vélbúnaður og annað. Mestmengnis það svona þau eru sterkust, það nokkuð ljóst. Nú, innflutningur, við þekkjum það nú. Við höfum verið að senda til Japanana. Já. Þeir eru vissulega að flytja inn mest frá Kína fyrir 178 milljarða bandaríkjadollara. En svo þú veist, þeirra stærsta innflutningsvara eins og margar aðra þjóðir, það olíu og jarðgas, crude petroleum og petroleum gas, samtals 150 milljarðar dollara þar. Þeir eru stærsti innflutningsaðili í heiminum í flokknum other prepared meat. Veist, þekkirðu það? Nei. Því að sko fiskur, eins og við erum að flytja til Japana, fellur ekki undir það. Prepared meat. Ég svona Gott, ætli það sé bara vakjústekin, gamla góða. Já, ég skal ekki segja, sko. Ef ég skoða þetta nú nánar. Other prepared meat. Það samt annað áhugavert með Japan að þeir eru náttúrulega, eins og svo margir aðrir, nýta sér þjónustu Kína við framleiðslu og fleira. Já. Það mjög mikið áframvinnslu sem fyrir fram í Kína. Já. Sem enda síðan í Japan. Þannig að Japan að panta kannski loðnu eða makríli eitthvað frá Íslandi. Þeir eru kaupandinn, sent beint til Kína, unnið þar og enda af henni kemur svo til Japans. Lægra Já, einmitt. Kemur preparations of fish, þú veist, other prepared meat are part of preparation of fish, bla bla bla, mollusks, það ekki svona, það lindýr. Já. En þar eru við líka þar eru við sterk í þeim við flytjum út mikið til Japans, eins og þú þekkir, hrognin og þetta. En þau eru stærstur í þessu prepared meat og sko varandi Ísland, þau flytja inn 174 milljónir bandaríkjadollara frá Íslandi og 115 til Íslands, 115 milljónir. Þannig að við erum með jákvæðan viðskiptajöfnuð við Japan. Við basically flytjum meira út en við flytjum inn frá þeim. Já, þetta náttúrulega 2023 eða ekki? Nei, 2022. Og sko 77,8 milljónir dollara af þessum innflutningi frá Íslandi til þeirra eru dýraafurðir og það náttúrulega langmestu hluti kjöt og fiskur eins og við þekkjum. Já, og þess að kóngulær sem þú ert að flytja inn. Þetta það sem við flytjum út. Við basically flytjum út kjöt og fisk fyrir 77,8 milljónir bandaríkjadollara sem 10 hjartar, kannski. Já, eitthvað í kringu það. Bara fyrir eftir hvað gengjum að reikna það á. En það ekki stærsta innflutningsvaran þeirra frá Íslandi. Það stál og járn.
sem sagt, bara Aluminium 86,5 milljónir dollara og við erum náttúrulega mjög, það okkar stærsta útflutningsvara þannig að margar þjóðir sem að Magnað, ég held að það fær allt til Hollands en það þá mögulega sama ég meina mögulega er það bara, heyrðu þetta droppar í Hollandi og svo fer það til Japan en svo annað með Japan þetta er blómlegur efnahagur lítur út fyrir, þú veist, þau eru með mörg fyrirtæki yfir 100 allan 5 fyrirtæki yfir 100 milljarðar dollara síðan þetta vera 5-6 fyrirtæki og bara, ótrúlega mikið af stórum og þekktum fyrirtækjum en vandinn er, þeir eru skulduðir þeir skulda 263% af vergri landsframleiðslu hjá sér og það er rosalega hátt hlutfall en það er ekki bara skuldin sem er vandamál og mig grunar að þú gætir vitað eitthvað meira aðeins þetta, það er lífaldur þjóðarinnar hann er mjög hár hann er hæstur í heimi hæsti meðalaldur heims, við erum með miðgild upp á 49,5 ár hefurðu einhvern tímann hugsað út í þetta? Nei, ekkert mikið ég veit bara að Japan er ólíkt þér hata kynlíf og eru hættir að fjölga sér þeir eru held ég með 1,2 í fertility þetta er bara, þau eru að skrepa saman ég held að við Íslendingar séum allan með 1,6 eða 1,67 og þú þarft 2,1 fyrir náttúrulega fólksfjölgun held ég sé 2,1 bat per konu annað sem er náttúrulega áhugavert með þá er að þeir eru komnir lengst í heiminum með alla svona róbota og tækni sem snýr að umsjón og en það er ennþá bara svo lítill markaður á heimsvísu að það eiginlega bara næri ekkit inn á þetta þetta er svona búið að vera síðan til lukka hjá þeim síðastlegin 20-30 ár síðan þetta var, þau voru náttúrulega að taka yfir hérna upp úr 1990 8 árið dýrustu, þeir voru svona eins og Íslendingarnir í Danmörku fyrir hrun við vorum að kaupa allan anskotan en þú veist náttúrulega Japan var bara í rúst eftir seinni heimsstyrjöldina þetta tók þá ekki langan tíma þér virðist, því að ég held að þeir hafi verið svona á toppnum á þessum tíma 1990 eitthvað í kringu það en aðeins varðandi þeirra stærsta fyrirtæki Toyota það þarf vart að kynna þetta eru virði 285 milljarða bandaríkjadollara og verðmætasta fyrirtæki í Japans eins og ég segi og næst verðmætasti bílaframleiðandi heims nokkuð örugt þarna í öðru sætinu á eftir Tesla þá? Á eftir Tesla en þau eru þriðja sætið þarna er í rauninni kínverski bílaframleiðandinn BYD með 92 milljarða þannig að þau eru alveg nánast rauninni þrefalt stærri heldur en kínverski risinn en Tesla er hins vegar tvöfalt stærri að markaðsvirði situr hann í fyrsta sæti með 557 miljard dollar markaðsvirði sem er svakalegt þú veist, enga veginn réttlætanlegt að mati margra að þeir séu svona hátt velaðir en það er framtíðin jú. Það er það sem menn lítið þannig en Toyota líka 35. verðmætasta fyrirtæki heims 307 miljardar í tekjur árið 2023 og nú hef ég verið að leggja fram einhver þennan metrik stærsta fyrirtæki per íbúi þú veist, ég talaði um Belgíu, ég talaði um Ítalíu ég veit ekki hvort þú munir þetta jú, þetta var, Belgía var hærri en Ítalía Belgía var $11,000 gríðarlega hátt, $10,000 þar held ég Ítalía var með $1,275 bara eins og eitthvað þriðja heimsríki en nú búa 122 tæplega 123 milljónir manns í Japan og það er spurning, hvað heldur per íbúi? Það fer okkur ekki vel að reikna í beinni. Þetta er $6,000 16.000? Já. Nei, langt í frá $2,320 Hæ? Já, þú varst búinn að segja heilt af GDP-ið Ég er ekki að giska Nei, þetta er ekki GDP, þetta er markaðsvirði stærsta fyrirtæki Já 285 jardar að búa þessi vísindalegi metrik tæplega 123 milljónum manns það gerir $2,300 per íbúi sem er vissulega tvöfalt betra heldur en Ítalía með Ferrariinn hérna í farabróti en langt hins vegar eftir Belgíu með AB InBev þar voru held ég $10,000 per capita á stærsta fyrirtæki þannig að þetta er svona mælikvarði sem ég sýnir svona hversu stórt bara er stærsta fyrirtækið í samanburði við þjóðina akkurat og það er mjög gott Alvotech er til dæmis ekki eins stórt fyrir okkur eins og AB InBev er fyrir Belgíu Belgana, þannig að
Já. En þú varst að fara að segja eitthvað Nei, bara svona þegar þú byrjar að setja þetta í samhengi hlutana þá skilur maður hversu ómarktakar þetta er svona En enga séu mjög áhugavert Mér finnst áhugavert að bara svona fokk hvað þetta er stórt fyrirtæki með hvað þetta er lítið land bara eins og Novo Nordisk og svona Ég þurfti bara svolítið að minna mig á það að þetta er mjög Þessi metrik er hvergi annars að kasta fram held ég nema í pingjunni Þetta er mjög gagnlegt til þess heimabrúks Já, takk fyrir það Herðu, þá held ég að ég hafi lokið þessari umfjöllun og þakka þér fyrir að hlýða á Ef að fá eina stutta frá þér í boði hafsins eða? Herðu, hættum að éta fitu með hafinu Það er ekki mikil fita á fiski Nei, og þetta er náttúrulega í rauninni eins og með framtíðin þá ætti þetta í rauninni að heita borðum hollafitu sem að finnst reyndar eiginlega ekki fiski Nei, Þetta er, þú veist, ekki nema að bara fara í feitan fisk eins og loðnu, síld nei, ekki loðnu, heldur síld eða makríl En svona yfirleitt er fiskur ekkit svakalega feitur Nei, laxinn er laxinn, já Og þið finnið þetta allt í hafinu, en Allt í hafinu Umfjöllunin snýr að vöru sem var sérstaklega hönnuð til þess að vera fyrir fólk sem vildi forðast fitu Já Og fyrir einhverju síðan þá kom Starbucks í smá bóba Þeir eru sett í lofti nýjan drikkanafni Oleato Viltu giska hvað er sett í Oleato? Þetta er kaffi með Er þetta ólífur eða? Ólífólía Helt úti Vandamálið Þegar þú ert farin að drekka kaffi með ólífólíu er að neytendur voru aðeins að detta á dolluna eftir þetta og leiðist þetta væri bara laxirólíu Voru þeim með laxara í þessu helviti? Og þessi hefur ekki ennþá verið hent af menjúinu þannig að þetta hefur ekki verið eitthvað svona gígvænlegar kvartanir yfir þessu Ég held ég að við alveg heyrt að fólk setja olíu í kaffi Það er mælt með því var hérna með Bulletproof Coffee sem kom fyrir kannski 5-6 árum að vera alltaf að setja kókosolíu og smjör í kaffið Málið er bara með þessar ólífólíur og annað repjólíur þetta er ekkit hollt sko kannski ekki fullir að ég er allan að samlega með repjólíuna en mikið ólífólíu það getur nú alltaf verið óhollt fyrir að elda eða nota hana en hérna þetta var engin alvöru bobbi hins vegar, ef við spólum aðeins tilbaka síðan 1968 þá hefur fyrirtæki Procter & Gamble reynt að nota bætiefni sem þau bjuggu til sem hét Olestra í ýmsum tilgangi framan af þá var þetta bætiefni fyrir unga börn og hátt kólesteról í fólki og þetta er sem sagt þeir eru alltaf að reyna að finna bestu notin fyrir þetta loksins árið 1996 þá fáðu FDA samþykki að þetta sé bætiefni og þetta bragðist eins og fita en þú veist, líka með meltir þetta ekki eins og fitu þannig að þú ert ekki að borða fitu en þetta smakkast eins og fita plata bragðskinni þarna þannig að þú veist, þarna ertu tæpum 30 árum síðar 28 þú loksins kom með tilgang fyrir Olestra þetta smakkast eins og fita en er ekki fita og þar að leiðandi engar hitaeiningar og eitthvað í þá áttina 2 árum síðar þá ákveður Frito-Lay að ganga á agnið og notar Olestra í geggjum nýjum svona diet wow snakkinu sínu snakkið því að wow bara svo flugfélagið og þetta er sem sagt snakk án fitu, það er með Olestra þannig að í staðan fyrir að vera með náttúrulega fitu þá ertu með Olestra, þannig að þú fær ekki sömu hitaeiningar því líka successið þetta er bara eins og fyrir fitu er þetta eins og aspartan er fyrir sigur þetta er nákvæmlega sama, takk fyrir þetta er bara frábær þetta er akkurat það sem ég var að kalla eftir $347 million í sölu fyrsta árið vá snakkið það er bara einn hængur FDA fekk yfir 20.000 kvartanir þetta ár frá fólki sem átt þetta snakk og sagði að það væri með stöðugan niðurgang eða lofttempu þannig að það bara byrja strax fólk að kvarta að það bara éti snakkboka og sé komið á dolluna úr slæmu yfir í hræðilegt Frito-Lay sem við fórum yfir síðast þættir í EU Pepsi leyfði The Center for Science in the Public Interest að gera rannsókn ásensett bara hvernig það geti staðist að fólk væri að borða snakkera og hérna fá niðurgang og lofttempuna þar kom fram að 3-9% af þeim sem áttu þetta snakk með Olestra bætiefninu fengju anal oil leakage þetta er orð sem ég hef aldrei heyrt þetta er náttúrulega ógeðslegt orð já, ég ætla að endur anal oil
leakage af því að borða of mikið snakk. Er þetta Frito-Lay? Er þetta eitthvað smiður Lays? Já, þetta er móðurfélag, þú veist, þetta er móðurbrandið í eigu PepsiCo sem að á bara Lays-snakkið og ég held ég orðið Doritos líka og fleira. Já, Doritos, passar. En sko, við erum að tala um það. Ég er að gera mitt til hérna, Doritos hérna. Já, við erum að tala um það sko, að þeir segja, heyrðu, það eru 20.000 búin að kvarta til FDA, miklu fleiri að kvarta yfir þessu. Leifum hérna einhverju rannsóknarstofnum bara að ganga úr sköpun, það sé rétt. Heyrðu, þá kjóðum sem sagt 3-9% segja að þau séu með anal oil leakage. Og ég reyndi að þýða þetta og ég hef aldrei heyrt þetta. Og það er annarkvort rassavökvis leki, þar sem að lekur úr þér bara vökvi. Bara drippar. Já, eða þann endaþarmsvökva leki. Já, ég myndi velja seinna, hann er svona aðeins penni sko. Endaþarmsvökva leki. Og stutt eftir að sú rannsókn kom út, þá var þetta eiginlega búið. Þú gætir ekki einu sinni fengið Vala Sport til að stíla markaðsherferðinni sem að afstýri slíku afhróði og tekið það dróðs. Og hvernig fór fyrir þessu? Það er svo að loka það á innan við 3 árum. Þetta semst fer á innan við ári upp í $347 million sem success. FDA birti kvartanir, þeir birta rannsókn, endaþarmsvökva leki. Þetta lækkar $150 million eftir að sú rannsókn kemur út og er tekið úr hillum bara stutt eftir það. En þeir fengu leyfi fyrir þessu hjá FDA? Já, ég meina þeir voru búin að fá leyfi fyrir að bætefni væri bara hefði engin slæm áhrif á fólk. Svo svona seinna meir var byrjað að benda á það að rannsóknin hafi verið eitthvað slæm og þeir sem voru actually rannsakaðir hafi borðað þetta í of miklu magni og svona sambarlegt og MSG var fyrir barðina. Já, einmitt Evrópa er búin að banna það náttúrulega. MSG? Já, ekki? Nei, ég held ekki. Nei, ég held ekki. Hvað er það bara Ísland eða? Ég er með MSG póka heima sko, ég set MSG í allt. Hvað kaupir það? Ég keypti það nú enda bara beint frá Japan. Já, það er bannað á Íslandi sko. Nei, þú getur keypt þetta út í þú getur keypt þetta í Við erum ekki að tala um þetta eins og seasonal kryddið þarna? Nei, sko, MSG var í seasonal. Það var bara seasonal sem var bannað kannski? Nei, þú getur fengið seasonal. Það sem að gerðist var að þetta er bara backlash. Þetta er bara svona public image að það fór allir að segja að MSG væri slæmt og eitthvað. Þetta er eins og bara þeirra Coco Puffs og allt þetta sko. Á endanum var bara að byrja að taka þetta úr öllu og sett no MSG út af því að neytendur held að þetta væri slæmt en ég ætla að fullyrða að það er bara ekkert að því að setja MSG í mat. Ég sé hérna að þetta hafi verið bannað fyrir slysni. Nú er það. Og svo bara, og þar af leiðandi hafi þetta bara horfið að yfirborðinu hérna á Íslandi. Ég ætla að skrifa mér, ég ætla að taka sögu MSG því að það er áhugaverð saga. Þetta er geðveikur punktur. Varð bara fyrir barðinu á heimsku, langar mig að fullyrða. Já, þú segir það, bara fyrir svona vitleysingar eins og mér. Ég held að það væri bannað sko. Nei, ég held MSG og ég held að þetta hafi verið sko bannað bara því að sko það var alltaf að tala um að fólk væri að flytja þetta inn frá Bandaríkjunum sko sem að vera svona, hvað segir maður, að smygla þessu inn. Já. Að þá held ég að Evrópa væri bara sko það er bara þannig spillaðins gleðinni með það sem koma skal. Það er japanskt fyrirtæki sem að áheld ég stærsta framleiðsla þessu í heiminum heitir Ajinomoto og eins og að þið fáu ykkur japanskt majónes ástæðan fyrir að það er svona gott og það er bara stútfullt af MSG veit ekki hvað að tala um, túpuna sem kristir það er alveg stútfullt af MSG það kemur frá sama framleiðanda Ajinomoto ég held að vörumerkjastjónin sem að datt inn á japanskt majónes til Íslands það er millionaire í dag hann grenjar ef hann er ekki búin að fá stöðuhækkun eftir að koma með þetta en annað með þetta er sko, þetta hefur oft verið kallað þriðja kryddið út af því að, hvað eru fyrstu 2 kryddin salt og pipar, en sem eru náttúruleg, en MSG er búið til í bara vísindastofu þetta er ekki náttúrulegt þetta er kemist og ég skal vera með umfjöllun þetta en ég hlaka til en ég ætla að fullyrða það að bakslag MSG er bakslag heimsku. Já, þetta er skemmtilegt. Herru, ég þakka þér fyrir þetta. Já. Og eins og ég segi, þessi umfjöllun þín var í boði hálsins og hvetjum ykkur til að kíkja í Hlíðasmára 8 kynna ykkur allt sem þau á upp á að bjóða. Það er ekki bara fiskur, það er rúgbrauð og kartöflur og allt meðlæti allt sem komst í. Herru, þökkum þeim fyrir og að því sögðu, þá held ég að við séum bara búinir í dag. Já, það ekki. Tæmdir í dag. Ég er frábæra helgi. Verðum aftur með ykkur að sjálfsögðu næsta föstudag sem endrar nær. Ef þið gangið götur bæjarins. Grípiði 2 Karlsberg en ekki 1. Já,
bjóðið með ykkur. Ekki einn eins og þú gerir hérna í morgun. Jazzin á morgun, Jómfrúnni. Það alltaf gerast. Don't drink and drive, be smart, stofniði fyrirtæki, kikki á kenntalan.is. Ákveðlega, gangið hrattinn og gleðina dyr. Hafið það gott, góður hálsar. Bless.